Jæja, hvað ætlum við að gera í dag? Í dag þá ætlum við aðeins að skoða nánar hvað í ósköpunum erum við að græða með þessu hildi. Af hverju erum við að gera þetta? Pínu gaman, en það er líka ástæða fyrir að gera þetta. Þannig að ef við erum hérna með eitthvað fall, ég segi að þetta fall sé x í öðru pluss 3. Sirkabát, þetta er ekki alveg almennilega teiknað hjá mér, en sirkabát. Það sem ég get gert er að ég get fundið, með því að nota hildi, þá get ég fundið flatamálið sem er kannski á þessu hérna svæði. Það get ég gert svona með því að finna ákveðið hildi. Við erum hingað til búin að nota óákveðið hildi. Það er þegar við erum með svona, eitthvað svona, sem dæmi, þetta er óákveðið hildi. En ákveðið hildi, það er svona, sem sagt til dæmis, ef við ætlum að finna flatamálið hérna, þá erum við að hilda x í öðru pluss 3 dx og ákveðið hildi því það að við ætlum að setja tölu hérna og tölu hérna. Og þessar tölur, þær samsvara þessum tölum hérna. Við tökum efri töluna, setjum hana hérna, þannig að hérna kemur 6. Neðri töluna setjum hérna og þá kemur 2. Þannig að við erum að setja tölur hérna efst og neðst á þetta skrýtna hildunamerki þar sem við ætlum að hilda bilið. Ok, þannig að reiknum núna þetta flatamál, sjá hvernig það spáum í þessu, hvernig það virkar. Þetta útkoman þessi verður svona, þetta verður sama sem og þá kemur hérna hotklófi. Svona, inn í þennan hotklófa fer hildið. Það er að segja að við ætlum að hilda þetta hérna og setja inn í hotklófa hérna. X í öðru verður 1/3 x í 3. 3 hildað verður 3x. Síðan það sem ég geri, ég læt þessi hildunamörk, þetta kallast hildunamörk, læt þau fylgja hérna. Svona. Ok, þetta er fyrsta skrefið. Fyrsta skrefið sem maður tekur, það er að hilda og láta þessi hildunamörk fylgja. Síðan kemur eitt skref viðbót og það er þannig að við setjum, ég ætla að fara að missa mig í leitargleðinni, tökum þetta hérna, nema við byrjum að setja 6 inn fyrir x-ið okkar. Ok, við setja 6 hérna, þetta verður 1/3 6 í 3 pluss 3 sem 6. Svo ég tók bara þetta hérna og setti 6 inn fyrir x. Síðan kemur mínus, þetta er mikilvægt að þetta verður að vera mínus og þá ætla ég að setja þessa hérna tölu inn. Þannig að þetta verður 1/3 2 í 3 pluss 3 sinnum 2. Nema ég var að gera mistök hérna. Og setja á pásu núna 10 sekundur og reyna að fatta hver mistökin voru sem ég var að gera. Ok, herði, það sem ég var að gera hérna, hérna setti ég 6 inn fyrir x-ið, hérna setti ég 2 inn fyrir x-ið, sem er alveg rétt. Nema við erum að athuga með þennan hérna, þennan mínus hérna. Mikilvægt. Við erum að gera mínus allt þetta hérna. Og ef ég ætla að gera mínus allt það, þá verður að vera svíi hérna. Verður að vera svíi. Þá breytist útkomuna því að þetta hérna formerki, það mun þá breytast líka í mínus. Eða svissast formerki. Ok, síðan get ég bara farið, sett 6 inn, reikna út úr þessu bara, þá fæ ég eitthvað tölu og það sem þetta fá út úr því er flatamálið á þessu hérna svæði, á þessu
svæði sem hérna hakað í skáamóti. Og þannig virkar ákveð heildi. En það fyrst annað sem þið þurfa að gera í þessum hluta C. Það að þið að vinna með jöfnur á beinum línum og jafna á beinni línu svona hx plus k. Ok, hérna beinlína. Ætla að gera aðeins öðru. Nú, byrjum við sjá. Þetta eitthvað krotina, afsakið. Hún eitthvað svolítið lengi að gera undo. Ok, þannig að k-ið, að það þetta hérna gildi. Hvar við skerum x-ásin. Þannig að hérna væri þetta cirka bá 2. Ok, skurðpunktur auðslunás. H-ið sama sem hallatala. Það að segja, ef við zoomum hérna inn á þetta, hallatalan bara sá halli að þú ert einhvers staðar á ferlinum, einhverjum punkti, og þú ferð 1 skref til hægri, 1 hérna, og ferð eitthvað ákveðið mikið upp. Það einmitt hérna 1. Þannig að H í hérna hallatalan, það þetta hérna gildi. Það hversu mikið ég fer upp þegar ég fer 1 til hliðar. Þannig að ef við kíkjum á lótuna, hérna til dæmis, stakkum þetta aðeins. Þannig að hérna til dæmis með þennan feril, að þá það heilda hérna yfir frá bili 2 upp í 3 og jafnan á þessu línu bara x. Svo skurðpunkturinn 0 og hallin 1. Það bara 1x. Þannig hérna hallin hérna jafnan línuna bara x og þau heilda frá 2 upp í 3 eða frá 3 niður í 2. Hérna jafnan aðeins öðruvísi. Hérna k-ið 1. Sjá það. Og þið sjá að hallin mínus hálfur. Jafnan á þessa línu ætti þá að vera 1 mínus hálft x. Og þeir heilda frá mínus 2 niður í 1. Og passi ykkur því, ég ætla að taka eitt innan dæmi með það. Því það rosalega auðvelt að gera mistök. Þannig að ef ég sé hvort að tölvan mín sé á lífi. Ef ég fer hérna aðeins til hliðar. Bíðum eftir að þau, já ok, þannig hvar allt. Ok, þannig að segjum að ég að heilda frá 2 niður í mínus 3 og ég að heilda bara x hérna, bara eitthvað einfalt. Að því þessi mínus getur valdið manni miklum hausverki. Þannig að kíkjum á þetta. Svo fyrsta skrefið, það hotklóin. Þetta hálft x í öðru. Þessi set heildunarmerkin. Síðan kemur hérna, ég ætla að hafa hérna plus 1. Kemur hérna plus x. Hérna á að vera plus 1. Sorry, þetta ekki alveg nóg vel skrifað hjá mér. Ok. Plus 1. Ok, þannig að við setjum fyrst 2 hérna inn í jöfnuna. Þetta verður hálft 2 í öðru plus 2. Þetta er ekki mínus. Og skulum setja hérna svinn. Það er líka gott, bara upp á lukkið á þessu, þannig að sé þægilega að sjá þetta og vinna með þetta, að gera bara svona sviga. Þannig að hérna ég búinn að setja 2 inn. Hérna ætla ég að setja mínus 3 inn. Passi ykkur því, þegar ég setja hérna mínus 3, þá eru mínus 3 að vera í sviga.
þetta verða margir svigar og það er auðvelt að gera mistök hérna. Þegar maður reiknar út þessu, þetta verður hálfur sinnum 4 pluss 2. Þetta er að hafa sviga hérna utanum. Hérna kemur mínusinn. Hérna kemur hálfur sinnum mínus 8. Nei, ekki mínus 8 heldur. Þetta á að vera 9. Ég setti 2 í þriðaveldi í staðan fyrir 3 í öðruveldi. Ég er búinn að ýta á undo en hún er eitthvað voða lengi. Þannig að koma þetta. Þetta verður þá 9. Og hérna kemur mínus 3. Ok, og þetta verður þá 2 pluss 2. Þetta er ennþá fyrir svíinn. Hérna kemur, hérna eru 9 aðrir, mínus 3. Og núna þegar ég tek þetta lokaskref, þá munið þessi svíi hérna er ennþá hérna í gangi, ennþá á staðnum. En núna þegar ég ætla að taka hann í burtu, þá breytist þessi hérna mínus í þennan hérna pluss. Og þetta er þessi fyrir að passa ykkur á.